Öldin hennar, 1663. Í Skálholti sat í biskupsembætti hinn mikli fræðimaður, Brynjólfur lærði Jónsson. Biskup og kona hans Margrét Halldórsdóttir eignuðust 7 börn en aðeins 2 komust á legg. Drengurinn hlaut nafnið Halldór og stúlkan Ragnheiður. Og Ragnheiður, hún verður allra yndi og besti kvenkosturinn og í raun og veru ríkast og flottasti stelpan í landinu. Á 17. öld ríkti sannarlega kynferðisfornöld á Íslandi. Stóri dómur var samþykkt siðferðismál og tók meðal annars á refsingum við lauslæti eða hórdómsbrotum. Og Ragnheiður, hún var hins vegar eftirlæti Brynjólfs föður síns og af því hún gengur ekki í skóla með strákunum þá henni settur einkakennari. Daði, hann var eftirlæti Brynjólfs. Hann var pensamur, hann var 5 árum eldri en hún og sennilega verið laglegheita strákur. Hún verður skotin í honum og svo verður einhver kvittur upp það að þau séu að draga sig saman meira heldur en kennari og nemandi. Það verður úr eftir mikla pressu frá kollegum biskups, prestum og prófestum í Skálholti og nágrenni að Brynjólfur samþykkir málamiðlun. Hann krefst þess þá að dóttur sinni að hún sverji eið að hún hafi ekki karlmanns kennt. Til þess legg ég Ragnheiður Brynjólfsdóttir hönd á helga bók og það sver ég við Guð almáttugan að ég enn nú á þessari stundu svo óspjölluð mey af öllum karlmannsvöldum og holdlegum sörlífsverkum sem þá ég fæddist fyrst í þennan heim af minnar móður lífi. Svo sannarlega hjálpi mér Guð með sinni miskunn sem ég þetta satt sver en refsi mér ef ég lýg. En það benda allar líkur til að henni hafi sem að réttmætt hefði verið þó hverri biskupsdóttur Sæmandi reiðst þessu mjög illa. Og líklega hefur hún sænga hjá Daða í mótmælastíni, ef ekki örustíni. Og úr þessu var barn. Ragnheiður elur barnið hjá frænku sinni Helgu Magnúsdóttur í Bræðratungu. 2 mánuðum síðar Ragnheiður kveðin heim að Skálholti til að gangast undir opinbera aflausn. 20. apríl 1662 henni að viðstöddu fjölmenni gert að ganga inn eftir gólfi Skálholtskirkju, játa á sig stórglæpinn og iðrast. Konur sem að lenda í það miklum hremmingum og í þessu tilliti þá það hremmingar sem á hann eru lagðar. Ef ekki af stóradómi þá í raun og veru af kirkjunni og svo það lögum ýmsum að hún verður nokkurs konar píslarvottur. Barnið var tekið af henni og hún lést svo. Ári eftir aflausnina andast Ragnheiður, fer þá að hallundan fæti hjá Brynjólfi og hans afkomendum, en bæði einkasonur hans og eiginkona hverfa á vit feðra sinna nokkru síðar. Hann tekur þá til sín son Ragnheiðar, Þórð Daðason, og arfleiðir hann af öllum eigum sínum, en hann þá eini afkomandinn á lífi. En Þórður, augasteinn biskups, deyr aðeins 10 ára gamall og Brynjólfur einn eftir. Og eitthvað hefur honum nú liðið illa því hann biður að hann og hans fólk verði ekki jarðsett innan kirkju heldur utan. Og enginn veit hvar gröfin Sumarið 2015 var þessara atburða minnst og reistur steinn til minningar Brynjólf, Ragnheiði og fjölskyldu. Vígslubiskup bað fyrir henni og hennar fólki og las yfir iðrun þess að þessir atburðir skyldu nú hafa verið framdir þarna og við vorum að reyna að minnast þessa atburðar á virðulegan hátt sem að myndi leið vera heilun og lækning.